en ég held að stóra tækifæri bæði fyrir Arion Bank og Íslandsbanka væri í bresku starfseminni hjá Kviku og það er svona ekki alveg búið að og þá, já, sem kannski ekki alveg inn í þessum tölum því að það eru alls konar þættir þar sem getur verið betri kjör í fjármögnun bara fyrir bankan í heild sinni, sameinaðan banka. Þú getur vaxið hraðar í Bretlandi vegna þess að þú voru bara orðin hluti af stærri samstæðu og þetta eru gríðarlega arðsöm lán sem eru verið að veita þar þannig að það eru svona kannski hlutir sem eru erfitt að setja einhverju tölu á en ég held að það getur verið mikil tækifæri þar líka. Er Kvika með því að opna þennan breska glugga sem sagt komnir þar inn og við vitum að Ármann Þorvaldsson bankastjóri Kviku þekkir breska markaðinn gríðarlega vel eftir að hafa stýrt stóru banka þar og verið þar lengi starfandi. Er þetta mjög svona ábatasamt og hérna finnst þetta rétt skref? Nú hafa menn verið svolítið tregið til þess þetta fór nú eins og það fór hérna, við erum ekki íslenski bankar, bara vinni hér á íslensku markaði og þar fremdi göttunum. Í upphafi þegar íslenski bankar fóru í útrás voru þeir náttúrulega mikið að elta eigin viðskiptavinni. Já. Viðskiptavinni voru komnir til útlanda. Það er kannski ekki í þessu tilviki. Hvernig sér þú þennan glugga þarna sem hefur verið opnað? Þú segir að þarna séu ábatasömu viðskipti. Já, sko, náttúrulega þessi starfsemi fyrir hrun, náttúrulega kannski svolítið fyrir minn tíma, en ég þekki ekki alveg nógu vel, en mér skilst af mönnum sem að þekkja betur til að sérstaklega lána starfsemin í Bretlandi og bara erlendis heilt yfir hjá íslensku bönkunum hafi verið mjög góð. Þú veist, það var ekki það sem að vandamáli var. Og eins og til dæmis dæmi Kaupþings í Frýdlandi skilst mér að endurheimtum að lánum þar hafi bara verið nánast upp topp sko, þannig að það var ekki eins og lánastarfsemin hafi verið eitthvað léleg. En sem dæmi sko breska útlánastarfsemin hjá Kviku sem þá meira minna í gegnum Ortus, að það bara, þetta eru fasteignalán sem eru kannski aðeins óhefbundin að því leitinu, þetta eru oft svona skammtímalán, þá þetta eru kannski fjárfestar eða aðilar sem eru að kaupa fasteignir og ætla sér einhvern veginn að taka þér í gegn eða flippa þeim eitthvað svoleiðis og að taka bara skammtímalán og þá þetta oft, þetta eru óhefbundið að einhverju leiti sem gera það verkum að þú getur kannski ekki leita til svona stóru svona hefbundnu bankana. Þetta er annarkvort af því þetta er óhefbundið eða því þetta er bara lítið fyrir stóru bankana og þeir bara nenni ekki að skoða það. Og þess vegna eru til, Ortus er ekkert eina svona fyrirtæki, það er fullt af svona fyrirtækjum í Bretlandi og það verður bara til svona ákveðin svona silla þarna og þessi rekstur hefur bara gengið mjög vel og ástæðan af hverju þetta gengur. Já, þú búið að sjá tölurnar hjá Kviku með þennan rekstur eða? Já, þeir náttúrulega gefa bara upp sko í svona starfsþáttægiliti, hvernig breska starfsemin gengur sko. Já. Og ég svo sem þekki Ortus bara frá fyrirstörfum, stóðir voru stóru hlutafar í Ortus á sínum tíma. Já.